N1 vegabréf. Já, komið sæl. Það var enn einn góður staður með austanvert landið eins og við sjáum þessari veðurtunglamynd sem var tekin upp úr hádegi í dag. Meðan að allt vestanvert landið liggur undir skýjabreiðunni þá sést alla ský á lofti austanlands og þar var einnig hlýjast. Hitinn fór í 24 stig í Hallormsstað og fór nú nokkuð víðar svona í kringum eða kringum 20 stigin austanlands meðan að hitatölur voru nú talsvert lægra vestanvert landið. En ef við lítum á yfirlitskortið að þá höfum við þessa hæð hérna fyrir austan okkur sem hefur stjórnað veðrinu hjá okkur en nú hún búin að hopa nógu mikið til austur til þess að það farin að verða einhver lægða gerjun fyrir vestan okkur og við sjáum að á sunnudaginn að þá fáum við lægð til okkar úr vestri sem að gengur yfir landið en næstu daga verða svona nokkuð blautir hjá okkur. Og á hitasviðinu þá erum við ennþá í hlýjum loftmassa og verðum það svona eitthvað áfram en síðan svona þegar kemur fram á helgina þá fer nú loftið svona aðeins að kólna í kringum okkur og á mánudaginn þá á nú að snúast til norðlægar áttar og hún kemur til með að sækja í þetta kalda bláa loft þarna við Grænland. En við skulum skoða hérna eldgosaspána á morgun í þessu sunnanáttinni að þá verður gosaskan eða gosmengunin á norðurleið og fer yfir Reykjanesið og síðan beint út á Faxaflóann. En ef við skoðum þróunina næsta sólarhringinn að þá höfum við þetta bláa þessa úrkomu sem svona yfir sunnanverðu landinu núna og með þessari sunnanátt sem í kortunum hjá okkur að það fáum við inn svona úrkomu bakka næsta sólarhringinn þannig að það verður svona fremur blautt landið sunnan og vestanvert en á norðausturlandi þá ætti nú þetta mestu að sleppa þangað til svona seinni partinn á morgun að þá fara skúrirnar að detta inn á norðausturlandi einnig. Og Íslandskortið á morgun í fyrramáli getur þá litið svona út það svona ákveðin sunnanátt sunnan og vestanvert landið meðan að vindur mun hægari á norðausturhorninu. Það verður rigning eða svona súld sunnan og vestanlands næsta sólarhringinn svona af og til, þetta verður nú ekki samfellt en á norðausturhorninu að þá ætti nú að verða nokkuð bjart í fyrramálið en síðan þegar það kemur fram á seinnipartinn að þá verða skúrirnar farin að detta þar inn þannig að það mun þá koma einhverjar dembur þar. En það verður hlýjast á landinu á Austurlandi og hámarkshitinn gæti alveg farið upp fyrir 20 stigin meðan við erum að horfa á 12 til 14-15 stig mjög víða hérna sunnan og vestanvert landið. Nú á laugardaginn að þá verðum við í nokkuð svipuðu veðri, það verður svona suðlæga átt hjá okkur, vætur samt einkum sunnan og vestanvert landið en á norðausturhorninu ætti að verða áfram að mestu þurrt og það ætti líka að verða hlýjast og hitatölurnar svona að ná, hæstu hitatölur svona ætti að ná svona upp undir 20 stigin. Á sunnudeginum að þá fáum við hérna nýja lægð til okkar og það verður nú nokkuð ákveðin úrkoma í henni og það verður nú svona líka svona einhver sunnan strekkingur, þetta nú sumarlag þannig að það verður ekkert mjög mikill undir í þessu en við munum alveg finna fyrir þessum strekkingi og það verður fyrir að rigna þá vestan til fyrirhluta dags og síðan fer þessi lægð hérna austur bóginn þannig að það fer síðan að rigna allt land. Og á mánudaginn að þá verður lægðin komin hérna norður á landinu, þá fer vindur að snúast til norðlægrar áttar og kemur til með að sækja kaldan loftmassa sem liggur við Grænland og við sjáum að hitatölunum að þær eru farnar að detta talsvert niður. Hitinn komin svona víða undir 10 stigin hérna landið norðanvert og þar má líka búast að verði þungbúið og rigning meðan að sunnan til ætti nú að ná að letta eitthvað til en hitatölurnar þær verða nú svo sem ekkert mikið meira heldur en hafa verið. En á morgun í okkur verður sem sagt svona suðlæga átt fremur þungbúið rigning eða súld víða sunnan og vestanvert landið en síðan einnig
einhverja dempur seinni partinn norðaustan til líka. Segja þetta gott að vera í bili. Verið sæl.